Jæja, nú komið að því að skoða aðeins aðalvalmyndina. Við erum hérna búin að opna forritið og ég ætla að biðja ykkur að smella hérna til að opna valmyndina fyrir fyrirtækið og við smellum hérna. Hjá ykkur heitir þetta væntanlega Heilsubúðin Líf en hjá mér heitir þetta ProMed Navision og ég gerir bara hérna í lagi. Og þá birtist aðalvalmyndin og þið ættuð að sjá hérna uppi Heilsubúðin Líf eða þá að ef þið eru búin að skipta nafn á fyrirtækinu að þá kæmi nafni hér. Og þá skulum aðeins skoða hérna aðalvalmyndina. Hérna er boðið upp á fjármálastjórnun og þar er fjárhagskerfi sem við ætlum að vinna í. Síðan er boðið hérna upp á sölukerfið. Við ætlum að vera hér með hérna viðskiptamenn. Við ætlum aðeins að nota það. Og síðan erum við með hérna innkaupakerfið og við ætlum aðeins að nota lánadrottnakerfið úr því kerfi. Síðan er ýmislegt annað hérna í boði og það fer bara eftir því hvaða kerfi fyrirtækið hefur fjárfest í, hversu mikið er þetta í boði. Dæmi hérna kerfi sem hægt er að bæta inn í það væri launabókhaldið og tollakerfið. Nú, við skulum bara öll smella hérna á fjármálastjórnun og skoða eins hvað er þar í boði. Og ég er hérna á síðu 10 í kennslubókinni. Nú og við skulum opna hérna greinina hérna fyrir fjárhag. Og þið sjáið að hér er til dæmis boðið upp á bókhaldslyklana sem við ætlum að skoða á eftir. Færslubókina, þar færum við inn í dagbækurnar og tölurnar úr dagbókunum fara ekki inn í kerfi fyrir að við erum búin að bóka þær. Nú, síðan þegar við erum búin að bóka bækurnar eða bókina, færslubókina, þá hverfur hún hérna út úr færslubók og fer hérna inn í ferill og hérna koma bókaðar dagbækur og þetta er náttúrulega tómt núna af því að við erum ekkert byrjuð að bóka neitt. Nú þið getur bara lokað gluggu sem opnast hérna með því að ýta annarkvort á Exit eða Escape á lyklaborðinu. Nú, við ætlum líka að halda hérna utanum bankan hjá okkur sérstaklega. Við ætlum ekki að nota bókhaldslykil, heldur ætlum við að nota hérna bankareikninga hérna undir sjóður. Nú, ef við opnum bara hérna og bankaspjaldi sem við erum að nota heitir 1010 útvegsbankin. Bókum alla greiðslur inn og út þar. Nú ég loka bara spjaldinu, þetta eru kölluð spjald, þetta eru hugsuð svona eins og rafræn spjöld og sjálfsög er hægt að stækka þau hérna og það er hægt að fara hér og minnka. Og það eru bara setta svona lámas upplýsingar inn í spjöldin þannig að þau virki því að kúrsinn gefur ekki tilefni til að kannski að fylla allt hérna í botn. Nú það er hægt að sækja hérna til dæmis spurningamerki ef maður er eitthvað að velta fyrir sér út af hvað reytindi ganga og við komum til með að skoða það en núna í þessar atriðinu þá ætlum ég bara að loka spjaldinu. Nú hérna undir skýrslu þá sækið þið að þetta er beint hérna undir sjóði og þá væri þetta ýmsar skýrslur í sambandi við bankareikningir eða sjóði hjá okkur. Nú síðan getið þið fengið hérna yfirlit yfir hvað þið eigið útistandandi og þá væri það viðskiptamenn sem að við myndum skoða og við ætlum að fara yfir þá eftir hvernig við búum til viðskiptamannaspjald. Nú einnig getum við fengið hérna yfirlit yfir lánadrottna ef við förum hérna í til greiðslu og þá sjáum þið lánadrottnana hérna og við erum eftir að skoða það og hérna opnast svona lánadrottnaspjald.
Nú það er hægt að búa til nýja lánadrottna og hérna í útistandandi og nýja viðskiptamenn líka hérna fyrir ofan. En það er líka hægt að fara hérna í gegnum sölu og innkaupakerfið. Og þá ætlum við að láta þetta duga í þessari atrennu. Takk fyrir.